Halló og velkomin í nýjan þátt af Minecraft á íslensku. Í dag erum við búin að setja Edward af stað í að byggja ráðhúsið. Í milli þátt að þá fór ég og safnaði saman öllum hlutunum sem við þurftum til þess að byggja húsið. Það var mjög mikið að dóti, en það er náttúrulega ekki mjög skemmtilegt að horfa á mig bara grafa mold í svona 40 mínútur. Þannig að á meðan Edward er að koma sér fyrir og grafa holur hrikalega hægt, að þá hafði ég hugsað mér að við myndum mögulega fara og byrja á húsinu mínu. Af því að eins og ég talaði um þætti nummer 1, eða fyrsta þætti í þessari nýju seríu, að þá leist mér rosalega vel á að byggja húsið mitt hérna á þessari eyju. Af því að hún er ógeðslega flott, eitthvað svona bara inn í miðjunni á sko vatninu og eitthvað. Mér finnst hún voða skemmtileg. Þannig að það sem ég held ég byrja á að gera er að höggva niður trén og svo aðeins að byrja að pæla í hvað við viljum vera að gera, hvernig hús við viljum byggja sko. Birkitré hérna og birkigræðlingar og eitthvað. Ég er svolítið alveg að koma nótt, þannig að þú eru að hlaupa aftur í tjaldið og sofa þar. Já, við viljum líka passa upp á það að það komi ekki mikið nótt hjá okkur, bæði fyrir skrímslin og svo að Edward sé duglegur að halda áfram að vinna. Hann vinnur ekki næturna, hann þarf að sofa þá. Þannig að við þurfum að leyfa honum að sofa, svo hann sé duglegur og haldi áfram með ráðhúsið. Því fyrir sem við erum búið með ráðhúsið, því betra, því öruggara er fólkið í bænum okkar, því þá getur það verið inni á næturna, ekki bara undir berum himni, þó að veðrið sé búið að vera frekar gott hingað til, að þá eru árstíðir líka í þessum breytipakka Minecraft. Þannig að á endanum mun koma vetur og þá mun snjóa og vatni mun frjósa og þá verður kalt úti og eitthvað, og þá náttúrulega viljum við ekki að fólkið okkar sé eitthvað sofandi undir berum himni eitthvað. Einhverjir algjörir eitthvað villifólk. Setjum upp og förum og hlaupum og finnum tjaldið. Já, vera með hennar eru nokkur epli, því ég hjó niður eplatrén okkar. Já, þarna er þetta. Þarna er laumupoki, eða creeper, sem er mjög skemmtilegt nafn yfir á íslensku. Þau eru alltaf að spjalla saman. 1, 2 og hopp. Uppirum og svo. Meiri snildin sko. Ok. Svona. Þá ætti Edward að halda áfram. Nei, ekki boði að drepa Edward. Ekki í boði. Ekki boði að drepa mig heldur. Þetta var tæft. Önnur ástæði fyrir því við þurfum að byggja hús, svo að beinagrindur og uppvakningar og allt það geti ekki ráðist á fólkið okkar bara rétt svo ef að það sko kemur nótt í smá stund sko. En þetta verður líka þægilegra þegar við erum búin að byggja smá hús hérna á eyjunni minni, til þess að þá er ég svo sem mest megnist þar fyrir utan það, þú veist, sjá bæinn og eitthvað, og þá verði ég með rúm þar og það verður auðvelt að við fengum smá svona, hvað er þetta? Calamari, það er svona fisk sem að það er á einmitt. Við byrjum að byggja hús. Ég veit nefnilega, það er vandamálið, ég veit eiginlega bara ekkert hvernig hús mig langar að byggja. Ég mun þurfa að prófa mig svolítið áfram í því. Þannig að ég held ég geri er að núna það sem ég held ég geri er að núna eftir
að núna þegar við erum búin að hreinsa eigin aðeins, þá ætla ég að hoppa og safna efnisvið í húsið, því mér langar svolítið að líta út eins og hinn húsin sem ég er að byggja. Og eins og hinn bærin sem ég er að byggja. Og svo bara kem ég aftur, vonbráðar, og við sjáum bara hvernig gengur. Þannig að sé ykkur eftir smástund. Þetta tók sko engan smá tíma sko. En núna er húsið loksins tilbúið. Oh my god, ég hef ekki eitt svona miklum tíma í að byggja flott hús í langan tíma. En handa við tréð, þá sjáum við fallega nýja húsið. Ég endaði á því að taka allan hólinn og byggja bara stórt hús í staðinn. Ætlaði ekki alveg að byggja svona stórt upprunalega, en það endaði á því að vera... Wow, hvað er að gerast? Wow. Hvað er í gangi þarna? Ok, við ætlum fyrst að byrja því að fara inn og setja rúmið okkar niður í herbygginu okkar, sem að er bara... Það var bara niður hérna eða eitthvað, býst ég við, sko. Ok, svona erum við búin að smella það. Nú ættum við að lifa af og við þurfum að berjast við þetta. Hvaðan komu þessar? Nei! Og við dóum. Það er alltaf leið, við byrtumst bara aftur hérna. Við hlupum beint út aftur. Hæja. Seint í vatninu. Svo ná okkur ekki. Hoppa upp úr. Tekið bóðan og öruna. Skotið alla einu sinni. Náðu í sverðið okkar. Hvaðan? Nice. Soulbound bogi sem þýðir að við fáum hann alltaf aftur og við deyjum, en hann er næstu ónýtur líka. Frekar magna stöf. En já, þetta er húsið okkar og á meðan við byggðum húsið að þá kláraðist líka ráðhúsið á meðan, af því að við vorum mjög lengi að byggja þetta hús. En það lítur ágætlega út bara, eða ekki? Við erum hérna með svefnbergi sem verður með smá rúmi og einhverjum hillum með einhverju dóti. Við ætlum að skreita það kannski aðeins. Hérna getum við komið einhverju fyrir, svo sem kannski einhverjum vélum eða einhverju slíku, þó að það verður kannski mögulega bara í kjallaranum. Stíð sem liggur niður, ég er ekki búinn að grafa út kjallaran samt, þannig að það verður verkefni fyrir einhvern annan þátt, býst ég við. Hérna erum við með stofuna með smá arineld. Ég þarf að fara í hérna netherið til þess að ná í netherrack til þess að búið til fallegri eld, þannig að við gerum bara settum varðeld hérna niður á meðan, en ég hafði hugsað mér að gera einhverja flotta stofu hérna með sófa og einhverju svona skemmtilegu dóti, kannski einhverjum hægjendastólum. Á efri hæðinni þar erum við aftur með bara stórt opið rými sem við getum notað fyrir eitthvað. Svona falleg lítil sólstofa, svona pínulítil, eitthvað svona fyrir sæti eða eitthvað. Og hérna erum við með annað herbyggi sem að ég hafði hugsað mér að líklegast verði eldhúsið hérna uppi. Matsalur og eldhús einhvern veginn sett saman í, því að hér getum við haft eitthvað annað dæmi. Úpsa daisy. Gleymdi ég að loka Facebook hjá mér. Ok, búinn að laga það. En já, bara þetta er ekki bara ágætt hús hjá okkur. Ég held að við verðum bara ánægð með að vera hér þangað til, en nú skulum við fara að skoða ráðhúsið eins. Nei, reyndar, við eigum eftir að fara alveg allalega upp. Hérna er háaloftið. Það er svo sem ekkert merkilegt hér. Ég þurfti að taka því miður þess að kaupa aðeins út hérna svo að við komumst
upp alla leið, sko. En hérna gætum við haft eitthvað, ég veit það ekki, eins og, já, bara eitthvað á borð við geymslu eða eitthvað annað, sko. Það kemur bara í ljós hvað við viljum gera og eitthvað þannig, sko. En skulum endilega fara að skoða ráðhúsið. Ó, þarna er síðasta Bókan synti hratt. Hvað er að gerast? Aha. Og það fengur bara 1 boga. Ja. Við erum að passa þessu upp á þennan boga og passa að laga hann svo að þá verðum við aldrei án boga allavega. En ef við höfum að skoðum ráðhúsið, svo er ég búinn að setja því miður þá dó Edvard. Það kom árás á bæinn meðan ég var að byggja húsið, ég tók ekki eftir því og hann var skotinn með lásboga. En það er annar bygginga einstaklingur kominn sem er kona í þetta skiptist mér, sem að heitir, já það var hún Savannah sem tók við. Og hún var að uppfæra húsið, hún var að uppfæra byggingaskúrinn, hún var að uppfæra byggingaskúrinn upp í level 2. Þannig að núna erum við komin á stig 2 af byggingaskúrnum sem er frábært, sem þýðir að við getum farið í stig 2 af ráðhúsinu. En ég held að áður en við förum að fjölga því eitthvað, þá langar mig að byrja á því að taka niður tjaldið, því að við þurfum ekki á tjaldinu að halda lengur. En núna eigum við heima í alvöru húsi, þannig að við getum tekið það niður. Það er engin góð leið til þess að brjóta ull. En við fáum allavega smá ull sem er mjög skemmtilegt. Og svo þurfum við að fara að huga að næstu byggingu til þess að byggja í bænum. Það er eiginlega spurning sko hvað við viljum byggja, því það er alls konar dót í boði nefnilega. Klára að brjóta þess að nokkra kaupa hérna. Þarna, loksins. Við erum miklu fljótar að ná allir þessu hérna niður. Þá þurfum við á endanum að færa þessa tréframleiðslu og hvað. Kannski við setjum það bara upp á háaloft hjá okkur. Einhverja svona tré og gróðurframleiðslu. Því að ég komst að því meðan ég var að byggja húsið, þá var ég að skoða breytipakkan okkar aðeins og það er hægt að búa til potta til þess að rækta hluti eins og gulrætur og kartöflur og hveiti og þannig, sem er svona það helsta sem maður býr alltaf til svona nei, ok, þetta var semst það sem gerðist. Ok, beinagrindin, ég er að fara að deyja aftur, nei, nei! Hvað er í gangi? Við þurfum að búa okkur til betra sverð eða eitthvað, sko. Þetta er... Akkur kom önnur elding á hestinn leið og við ætluðum að drepa til þess að passa að svona hlutir mögulega gerist ekki aftur. Og það er að koma nótt líka og það er allt hrikalegt og svakalegt og hvar er sverðið mitt? Sverðið mitt er þarna
Come on. Yes. Deyðu hestur. Deyðu þú. Það engin smá aksjón hérna hjá okkur, sko. Þú þarft að ekki búa til fleiri beinagrindur. Já! Við lifum bara með ekkert líf. Skulum drífa okkur aftur heim í húsið til þess að lenda ekki í þessu aftur, sko. Hjálpi mér. Ég fann líka hvernig átt að búa til svona falleg kerti á svona hérna fljóta svona í vatninu. Mér finnst það mjög skemmtilegt. Svo er mér rúmur okkar. Það gerir húsið okkar líka ennþá fallega á kortinu. Með svörtu þaki. Þurfum þetta ekki. Þurfum ekki að halda utan hvar við erum búin að deyja á eitthvað. En fyrst það þetta er svona, þá skulum við taka hérna og senda. Við eigum 3 bóa núna með krafti 1, soulbound og soulbound. Nice, ok. Það er gott. Ok. Nei, ég var með járnöxina minni hérna. Æja. Og svona, nú getum við gengið aðeins frá dótinu okkar. Þurfum ekki alveg að vera að bera allt með okkur hérna. Við þurfum bara járnhakan og exina og svo erum við með steinasveðjun okkar sem við þurfum mörglega að breyta í eitthvað allt annað. Núna bráðlega. Smá epli til þess að líka okkur við. Og síðan núna getum við loksins farið að skoða ráðhúsið. En ráðhúsið situr hérna núna tilbúið. Það verður miklu stærra þegar það er tilbúið, sko. En hérna hafa allir öruggan stað til þess að vera á. Svolítið eins og Brynborg. Og þau geta eitt einu sinni saman. En ef við förum hérna í hliðina og skrifum Mine Colonies, þá sjáum við hérna eru allar tegundirnar af hlutunum sem að við getum búið til í bænum. Og það er bakari, það er svona vopna og þannig framleiðandi, svona járnsmiður, hann að hvaða. Ég er rosa góður í íslensku. Við getum byggt hús fyrir þau, svona sendibás, sendiferðamann sem að hérna sendist með hlutina fram og tilbaka. Það er veiðimaður, fisk, þú veist, sjóari til að veiða fisk og skógarhaugsmaður til þess að höggva við og alls konar þannig. Ég held nefnilega að við viljum byrja á því að búa til vöruhús. Af því að vöruhúsið pluss sem sagt byggingaverkstæðið og hérna ráðhúsið eru svona 3 helstu byggingarnar sem við þurfum í bæinn okkar. Og það held ég næsta skref að því að við þurfum stórt og mikið vöruhús sem getur haldið utan alla hlutina okkar og geymt allt dótið sem við erum að fara að safna saman í bæinn okkar. Og síðan getum við byggt ekki sendiferð, heldur bara svona sendimann eða konu sem að fer með allt útið úr vöruhúsinu til í byggingaskúrin. Þannig að þá verður þetta svolítið svona sjálfkrafa dæmi að ég þarf ekki alltaf að vera að gera allt sjálfur. Þannig að, hvernig hljóma það? Við förum og eins og búum til, hvað þurfum við fyrir vöruhúsið? Við þurfum planka, við þurfum stafinn og við þurfum kistu. Það er nú frekar einfalt. Búum bara til einn vinnubekk. Búum til eina kistu. Þetta er venjulega kistu bara. Og svo var ég með stafinn. Hann var hjá húsinu, ok. Svo þurfum við að skoða, af því að við þurfum alltaf að skoða fyrst hversu stór byggingin verður þegar hún verður alveg tilbúin. Það gæti verið bara rosalega stór, sko. Hvað er stafurinn? Hérna er stafurinn, ok. Hérna er einn vinnubekkur sem við getum bara komið fyrir hérna einhvers staðar inni bara. Það er hérna bara. Gerum við svona, kistu og svona og ná.
þá fáum við vöruhúsið. Þá getum við tekið vöruhúsið. Getum við tekið vöruhúsið. Prófa okkur áfram í að sjá hvar við myndum vilja hafa það. Ég hafði hugsað mér mögulega einhvers staðar hérna eða jafnvel svona aðeins hérna fyrir aftan hér einhvers staðar. Eða kannski bara á hlið. Það væri ekkert villust. Og hafa það bara hérna. Við skulum sjá hvernig það lítur út. Þá notum við stafinn og þá þurfum við að velja. Svona, veljum við vöruhúsið og við veljum Nordic sem er norrænni stíllinn sem við ætlum að byggja í. Við ætlum að snúa því í. Þegar við vorum að hugsa að láta það snúa svona. Þá sjáum við að svona lítur það út á fyrsta leveli. Það er ekkert eitthvað klikkaðslega stórt svo sem, en bara myndi líta svona út sko. Alls ekki træðilegt. En svo skulum við skoða hvernig það mun líta út á level 5. Wow! Wow, sjáðu bara hvað það er stórt. Það er bara ekkert annað. Oh my god. Ok. En ég held að það væri ekki vitlaust fyrir okkur að færa það örlítið aftar. Því það þarf ekki alveg að vera ofan í öllu, sko. En það mætti alveg vera einhvers staðar hérna. Svona bara. Þá stendur það svona í línu við... það stendur í línu við byggingaskúrinn sem því að það er stutt fyrir það að fara. Það tekur upp, það er að fara inn og út beggja megin, sko, sem því að það er raun og verið að hlaupa í gegnum það. Sem að geti verið gott fyrir eins og ef við setjum fleiri hús einhver svona hérna í nágrenninu sko. Og já, ég held að bara þetta geti verið, þarna er skiltið fyrir vöruhúsið en það er ekki skiltið hérna megin, já, þannig að þetta þarf vel að snúa insane, að snúa svona, ok. Það tala eitthvað svona. Kannski örlítið lengra. Og einum framar kannski. Þetta ekki bara ágætt. Svona bara. Þá stendur þetta svolítið nálægt ráðhúsinu. Ráðhúsi stækka náttúrulega líka helling og þetta stækka nú svolítið. En þá er þetta svo sem ekki að fara að taka upp hérna alveg allt heimsins pláss. Við getum ennþá haft fallega vatni hérna og útsýnið út gluggana og læti. Þannig ég held ég bara slái til og við setjum vöruhúsið niður hérna. Því við þurfum að færa þessi tré og við þurfum að grafa smá af þessu hérna sko. Til að þetta virkar svona. En annars er þetta bara marflatt í raun og veru. Og lítur bara vel út held ég. Er það ekki? Ef við setjum þig svona svo ég veit hvar þú varst. Í bríti og ég ætla að vera alveg viss. Áður en við setjum þetta niður. Þig svona. Vöruhús. Level 5. Svona, ítum þér aftur aðeins í burtu. Þú settir nú svolítið, settir umhverfið svolítið langt. Til hliðar. Það er ekki. Sko, töluðum við með einhvern veginn svona. Þetta er í línu svona. Þá ættir þú, ef þú ert rétt uppsett, að vera aftur, nákvæmlega á réttum stað. Þannig að, ok. En samt setur þú lóðamörkin alveg hérna út í... Það finnst mér undarlegt.
Enda einum, já þau fara náttúrulega alla leið utanum. Ok, þetta hlýtur að virka. Þannig að við kýlum á það og þannig að í næsta þætti held ég við leggjum á stað í að gera alls konar sniðug tæki og tól til þess að hjálpa okkur að grafa eftir gulli og fleiri gersemum, alls konar járni og þannig, og við sjáum vonandi að þá verður vöruhúsið bara tilbúið. Þannig að við sjáumst þá. Takk fyrir að horfa. Bye.